Við ætlum að skoða betur hérna andlegu reisu og vita hvað nú að gerast í þessu hjá þessum stöllunum sem sitja hérna hjá mér. Sitja hérna hjá mér Helga Erlingsdóttir og Lena Ottestöð. Og þið voru að segja mér frá þessu að þetta nú svolítið sérstakt að fólk kemur til ykkur og það tilbúið til að fara eitthvað grúska í sálarkitrunni hjá sér og grafa upp einhverjar minningar sem tengjast á ótta eða vonbrigðum eða sársauka eða öðru slíku og kemur þá til ykkur í þessa samtalsmeðferð í rauninni. En hvaðan fenguð þið þetta? Hvaðan kom þessi reisa til ykkar? Er þetta eitthvað sem þið funduð upp hjá sjálfum ykkur? Nei. Ekki aldeilis. Það var 2007 ekki sem við fórum. Við fórum til Stockholm. Það var nú svolítið skondin aðdragandi. Við ætlum nú ekkert að fara í þetta. Við vorum að hugsa um eitthvað allt annað. Og svo átti ég bókina á sig í raun að vita það á norsku. Og var ekkert búin að lesa hana. Bókina sem þessa reisuna. Já. Og við förum inn á heimasíðuna og sjáum þá auglýst námskeið með Brandon Base sem er með þetta. Þetta er samantekið úr líka fleiri, men þetta er hennar. Og við förum á Helganámskeið, fyrsta námskeiðið. Og það var ekkert aftur snúið. Nú var það. Og hvað var svona heillandi við þetta? Hvað er ég svo tilfinningar? Nei, þetta var bara... Voru þið sjálfar að fara í einhverju andlega reisu þarna á þessum tíma? Ekki svona. Hvað var það sem kom til þess að þið maður las bara þetta og lásum þetta á netunum hvað þetta var og þetta var eitthvað sem eins og maður bara veit, já þetta er fyrir mig, þetta vil ég prófa. Þannig það er eitthvað bara, maður bara finnur það. Maður notar ekki kollin heldur, já ég verð að fara þangað. Þannig við fórum og þá er þetta að tekja þetta laugardagur og sunnudagur og þá er farið í tilfinningareisuna fyrir daginn og svo líkamsreisu seinni daginn. Nú já, og hvers konar? Það bæði tjaldvagn og tjaldvagn, líkamsreisa og andleg reisa. Já. Og hver munurinn á þessum reisum hjá ykkur? Að bræðrættaði hvernig hún ferð inn í það. Já. Það er önnur reisan leiður bara niður stiga og inn í kjarnar beint, en hinn reisan ferð út frá tilfinningu. Bara þú slakar á, lokar augunum og finnur hvað tilfinning vil koma upp. Já, og ræður það hana. Nei, og síðan það bara, maður fer þetta ákveð ferli sem þú ferð í gegnum og ákveðin lög í raun og veru sem þú þarft að fara í gegnum og markmið að komast niður í kjarnan. En á leiðina þá kemur upp einhver minning sem við geymum aðeins og förum síðan þegar við förum tilbaka frá kjarnanum inn í. Því það sem í raun og veru þú ert að gera, þú ert að prógrammera líkamann upp á nýtt. Við viðbrögðan. Bæði það þú ert að losa út tilfinningar tengdar minningum og síðan ertu að prógrammera líkamann sem segir við þig, þegar þú lendir í þessu atviki næst, þá er þetta allt í lagi. Þú breytir náttúrulega ekki minningunni og þessari upplifun, en þú getur undirbúið næstu. Þannig að þú lendir eftir að lendi í einhverjum svipuðum aðstæðum. Sem að gera í gegn. Þannig að það kannski er þannig að þú kannski ég mætti einni reisu sem hún Brandon sagði okkur líka frá, það voru 3 stelpur á ströndinni, mástu. Og þar var og þar skildi hún litlu stelpun eftir, vinkonunnar og systirinnar hlaup í burtu og hún hélt hún væri bara einu yfirgefin. Og þessi þvílík ógnarhræðsla og þetta kemur þessi afburðið sem hún upplifði, hvað var stórsystir? Já, af því að hún fór með vinkonu hennar í burtu, svo komaði hún náttúrulega aftur og aðstóði hana. En þetta fylgir henni alveg upp í fullorðinsárin. Þannig að hún átti erfitt með að, hún hafði svona sjúklega afbrýðisemi gagnvart eiginmanninum. Þó var engin ástæða til. Já, þannig að þetta er svona kannski skýrur ýmislegt sem að fólk kannski hefur ekki hugmynd af hverju mann illa við einhverja mannsku eða af hverju fólk sárt út í einhverju aðra sem kannski hafa bara ekkert eigin viðbrögð. Já, einmitt að vera sár eða reiður eða eitthvað sem mann kannski ekki sem ekki fótið fyrir. Þannig og það kannski hindrar mann líka því að vera sá sem maður er. Þannig að þið eru aldrei að gera góða hluti þessu. Þetta sýnir bara þetta dæmi hvað þetta er sterkt. Hún vissi að þetta var engin fótur fyrir því, þannig að hún fór einmitt til Brandon þar þekktust. Og hafði ekki hugmynd þessa minningu, hún búin að gleyma því. Hún var náttúrulega ekki það gömul. Og þar með leystist þetta því hún fór í gegnum þetta. Þannig að hún geta yfirunnið afbrýðisemina. Það sem það gerist í raun og veru það að þú horfist í augu við það sem þú ert að upplifa og þú breytir hvernig þú tókst á því. Þó minningin er eins, en þú breytir viðhorfinu og þú þarft líka að geta talað við viðkomandi, sagt þá sem eru með þér í minningunni þannig að þú getur talað út sársaukann.
Þannig að þú vinnur hana þann hátt og þú þarf líka að geta fyrirgefið þér. Getum fyrirgefið sjálfum þér, fyrirgefið öðrum í minningunni. Já. Til þess að Ég hef oft heyrt þetta líka að þetta verið settu fyrir börn líka í svona meðferð sem að svona minnir mig á þess að sem að einmitt þetta er svona sett upp eins og leikrit að fólk sé að stýra í huganum. Þarna þessi viðbrögð, þarna hinn og sá leikstjórinn sem að er þólandinn að reyna að vinna minningunni. Er þetta þá einhvers konar þannig að leikrit sem er sett upp í huganum þá á bara annan hátt heldur en í rauninni bara verið að stýra því hvernig minningum þá hliðrað eða breytt, þannig að manneskjan þurfi ekki að hafa upplifað sér svona illa. Já, einmitt. Og það sem kannski bara svo heillandi eins og ég sagði áðan, það er akkurat að maður getur notað þetta á börni. Já, þau eru náttúrulega svo opin og tilbúin í allt. Þeir eru ímyndað mér þetta, þau bara hendast niður stigann og fara bara inn í þetta og þetta var svo sjálfsagt. Og þau eru mjög snið, þau eru kannski svona 20 mínútur. Við getum verið að baksa við þetta í 2 tíma því að nei, það er alltaf þess að bremsa hjá. Setja upp allar bremsurnar og allar skilgreiningarnar. Því að fullorðna fólki það vil, já. Og það líka náttúrulega þegar maður er svona, maður segir gamall, maður frá því 30 ára og kannski upp í 40-50 ára, þá náttúrulega er ansi langur tími sem að maður er búinn að hafa til þess að ýta niður. Þannig að maður er ekki endilega tilbúin til að losa. Þó maður vilji, þá maður kannski ekki alltaf tilbúin til að losa. Að kíkja inn í skúmaskot sálarina, það er náttúrulega ekkert auðvelt. Alltaf að skoða hvers konar viðbrögð maður sjálfur hefur líka haft og einmitt eins og segir að fyrirgefa sjálfum sig. Þetta er náttúrulega ýmislegt sem fólk þarf að gera. Maður þarf að vera svolítið tilbúin einmitt þegar maður kemur að geta horfst í augu við hvaða minningu sem er. Og ég held að það fólk sem fer í svona reisur að það er tilbúið á því tímapunkti. Af því það er þá búið að leita leiða og þetta er bara eina mörgum. Og eins og þessi meðferð sem þú varst að tala um það sem börnin ég menn þetta er bara eina mörgum leiðum að sama marki. Og það er svo flott af því að við höfum margar leiðir, við erum mismunandi, þannig að við getum nú farið mismunandi leiðir. Finna svona hvað það hentar. En það er að koma svo mikið inn, einmitt í svona með tilfinning innrýðinu í staðan fyrir að láta aðra segja sér alltaf eitthvað. Og það finnst mér alveg frábært. Þannig að það er þetta sem hefur heillað þig við þetta, að sjálfsagt, já, örugglega, því maður þarf að byrja á sjálfum sér til þess að þannig það var eitthvað sem dró, ég sé ekki eftir þessu, þetta er alveg stórkostlegt. Og var þetta þá mikið sem þú þurfti sjálf að vinna úr áður en þú kannski ég er enn að þetta verður vinnan mín fram bara þangað til ég fer. Af því þegar maður byrjar á einu og svo er bara meira og bara ef maður lendir í einhverju bara eins og bara maður gerir í svona dagstæðilega eitthvað kemur upp á, það er bara að fara inn í reisu og bara þá er maður ekkert að geyma þetta í 10 ára. En er þetta þá eitthvað sem þýðir að kenna öðrum að geta gert það sjálfur heima hjá sér? Nei, við megum ekki kenna. Það má ekkert svoleiðis. Nei, það er miklu meira nám í það. En þið eru þá búin að fara í þetta nám báðar tvær? Já. Við erum báðar búin að fara í þetta nám og við megum taka sérst í einstaklingsmeðferð. En í bókunum hún sem var komið út á mörgum tungumálum að þar eru reisur. Hvað heitir þessu bók, segirðu? Hún heitir The Journey. Er það þessu bók sem þú Já, þessi bók. Hún er til á allavega og það Brandon Bass An Extraordinary Guide for Healing. Já. Þannig að í þessari bók þá er hún með reisur, þannig að hver veit getur nota. Og það er eins með The Journey for Kids sem er pínu öðruvísi og það er ævintýri líka. Þannig að það getur hver og einn lesi fyrir sín börn. Já, þannig að það er raun. Ég meina það er þetta á þess að hafa farið á námskeið og námskeið fyrir börnin og það var alveg ótrúlegt. Hún er að segja mörg dæmisögn, hún byggir námskeið mjög mikið á dæmisögn. Það skilur maður. Þannig að það er... En það er líka eins og Lena sagði áðan, það er akkurat þetta að það er bara ég sem er í ferðinni í minni reisu. Það er ekki einhver annar sem að ræður. Það er þannig ekki vegna þess að það er ég sem tjái mig, því það er ekki þú þarft að tjá því í reisunum upphátt. Já, þannig að þú þarft að tala öllum minningum og svona sem er að koma. Já, og þú þarft að tjá tilfinningarnar. Og þú þarft líka að tjá, ég meina, ýmislegt sem að líkaminn getur sagt þér, þau skilaboð sem geta komið frá honum, frá sálinni, þú getur tjáð